Okkur veitir ekki af að halda okkur við efnið. Við erum búin að syndga upp á náðina aðeins með tíma. Treystum á að loforðum veitingar hér á eftir hvetja okkur til verka þannig að við náum þessu á nokkurn veginn tilskildum tíma. En þá komið að lið 4, skýrslur fyrirtækja lagðar fram. Þær liggja hérna frammi og hafa legið frammi. Þetta eru í A-lið Brynja hússjóður Öryrkjabandalagsins. Fyrirspurnum varðandi þá skýrslu svarar Björn Arnar Magnússon, framkvæmdastjóri Brynju. Í B-lið Örtækni. Fyrirspurnum svarar Þorsteinn Jóhannsson, framkvæmdastjóri Örtækni. C. Hringsjá. Fyrirspurnum svarar Helga Eysteinsdóttir, forstöðumaður Hringsjár. D. TMF Tölvumiðstöð. Fyrirspurnum svarar Sigrún Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri TMF. Má ég biðja þögn í salinn? E. Fjölmennt. Fyrirspurnum svarar Helga Gísladóttir, forstöðumaður Fjölmenntar. Og F. Íslensk getspá. Fyrirspurnum svarar Vífill Oddsson, fulltrúi ÖBÍ í stjórn íslenskrar getspár. Orðið laust þessar skýrslur, fyrirspurnir eða athugasemdir. Garðar Sverrisson fyrstur á mælendaskrá. Fundarstjórar, góðir félagar. Skýrslan sem liggur frammi hérna fyrir Brynju hússjóð, hún hefur þann annmarka að hún náttúrulega bara fyrir 2015, þannig að við getum ekki farið alveg fram í desember 2016 eins og sumir, að þá er þarna neðst og lætur lítið yfir sér að það fjölgun á biðlista. Það hefur yfirleitt verið í kringum 200, svo cirka 200 mann sem hafa verið á biðlista, en það gerðist árið 2015 að það fór upp í 300 og við skildum ekki hvað var að gerast, en það sem gerst hefur, og það nú að verða ár síðan, að þá hefur það farið úr 300 og að nálgast núna 400, sem þýðir tvöföldun. Og þetta rauninni bara hin hliðin af ferðamennskunni. Menn eru að selja eignir og segja upp leigjendum og annað til þess að leigja ferðamönnum. Og fólk í rauninni bara á vergangi og það mjög alvarlegt ástand í húsnæðismálum. Íbúðir Brynju eru tæplega 800 og það segir sig sjálft að Brynja ræður ekki við 400 umsóknir. Þetta gerist á sama tíma og sveitarfélögin eru líka að herja á okkur og óska eftir liðsinni í sérhæfðu húsnæði sem eins og þið viti var áður á hendi ríkisins. Hvað héta? Sveitarfélaga, alveg stóluðum við núna. Það ekki framkvæmdasjóður fatlaðra? Nei, já, það var tekið úr hérna framkvæmdasjóður fatlaðra var féð kom þaðan. Svæðisskrifstofa málefni fatlaðra, sáum það. Tæplega milljarður á hverju ári fór í þetta og þetta var slegið af. Sveitarfélögin óskuðu eftir að fá málefnin til sín. Staðan svona, 400 manns eru á biðlista hjá okkur. Sveitarfélögin að herja á aukið fé og það togstreita milli ríkis og sveitarfélaga þessi mál. Þetta eiginlega alveg. Þetta vonlaus staða að vera í, þetta staða sem við þurfum öll okkar félög og sumir segja eru hér starfandi í stjórnmálaflokkum og sumir í framboðum að reyna að koma að, því að þetta mjög stór þáttur í okkar kjörum eins og þið vitið, þetta stór hluti í okkar útgjöldum og við höfum engan búsetuhóp, engan húsnæðishóp, en þetta eru bara það alvarleg tíðindi að það var hættið að maður hendi bara fram skýrslu og segði ekki þetta að þá væri ykkur ekki ljóst hvað þetta stór alvarlegt. Takk fyrir. Takk fyrir það.
fleiri sem vilja tjá sig einhverja þessara skýrslna eða með fyrirspurn, gjörðu svo vel. Það var Rúnar hérna. Rúnar Björn hérna. Ég að spá, ég hef nú nefnt þetta á stjórnarfundin, ég vil bara viðræða þetta hérna líka, hvort að varasjóður ÖBÍ, hvort að það sé hægt að lána hann til Brynju og halda því þannig áfram sem varasjóð en nýta hann þá til frekari uppbyggingar eða fjölgun íbúða fyrir Brynju. Takk fyrir. Takk. Við skulum safna þeim saman. Var einhver annar að spyrja hér eða? Gjörðu svo vel þá, Frímann. Fyrirgefðu, ég fannst vera einhver hérna, afsakið. Góða Vílar, þetta er fastur liður á hverjum aðalfundi að skýrslur fyrirtækja það leikja frammi og mann geta spurt og yfirleitt enginn spyr gaman að heyra sömuraðum Brynju. Því þetta er stórt mál fyrir okkar fólk og vaxandi og við þurfum einhvern tímann að finna flöt á því að ræði þetta opið, sko. En hérna erum við mjög merkileg fyrirtæki, Ördækni, Hringsjá, Tölvumiðstöðin, Fjölmennt og Íslensk Getspá. Ég legg til að þeir sem eru forsvarar við þessu fyrirtæki og eru staddir hér á fundinum og ætluðu svara spurningum, þeir komi bara og segja aðeins hvernig þeim finnst staða að vera, hvað vant upp á að fyrirtækin geti pluma sig og bara þannig að fáum þetta bara frá þeim. Við vitum ekki mikið þessi fyrirtæki, við sem erum ekki í nefndum og ráðum og dóti, sko. Þannig að minnst bara alveg rétt að aðalfundarfulltrúar fái meiri upplýsingar þessu fyrirtæki og fái bara nokkur orð frá hverjum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur allar skýrslurnar en þessar ábendingu bara komið til stjórnar fyrir þá skipulagningu næsta aðalfundar. Bergur. Fyrir ekki. Já, við getum ekki gert það núna. Það er ekki á dagskrá fundarins núna og ekki tími til þess að koma með jafn umfangsmikla dagskrárbreytingu núna. Þú hefðir getað komið með hana vel fyrir fundin og þá hefði verið hægt að taka tillit til þess í öllu skipulagi. Það er ekki hægt að setja inn svona massífa dagskrá inn í fundin allt í einu núna. Þú hlýtur að skilja það. Nægur tími var fyrir fundin til að koma með þetta. En gjörðu svo vel, Bergur. Ég vil bara aðeins svara Rúnari, eins og Garðar kom inn á, þá á Brynja 800 íbúðir. Það voru 200 á billista og allt í niður orðin 400. Og ég vil bara ítreka sem Garðar segir, þetta er slíkt risavaxið verkefni að jafnvel þó við myndum tæma alla sjóðu og allt sem við ættum, þá myndi, ég vil nú ekki segja, ekki sjá högg á vatni, en það liggur við. Slík er sko verkefni risavaxið. Við meðum líka ekki gleyma því að lottótekjurnar eru og ætla til þess að reka bandaræðið og Brynju. Og ef að lottótekjurnar detta nú niður, hvar erum við þá? Þetta er eitthvað sem við verðum að hafa í huga, en hugurinn er góður, en verkefnið er ofvaxið. Takk. Takk fyrir það. Þá held ég sé rétt að Björn Arnar Magnússon svari fyrir spurn frá Rúnari. Já, Björn heiti ég. Ég held að þetta hafi nú verið spurning til Öryrkjabandalagsins varðandi ráðstöfun varasjóða ÖBÍ. Þannig að ég Var ég að misskilja fyrirgefðu? Ég var að misskilja, ekki í fyrsta skipti og ekki í síðasta skipti á æfinni. Má bjóða einhverjum hér úr stjórn? Spurningunni svarað? Takk. Þá, já, gjörðu svo vel. Já. Ægir. Já, komið sæl. Ég ætla að þakka fyrir allar þessar skýrslur frá þessum, ég ætla að kalla það stoðfyrirtækjum ÖBÍ, en ég er ekki alveg
sammála því að það þurfi endilega að auka fé frá bandalaginu í Brynju. Brynja er að gera mjög góður hluti og rekur sínar íbúður mjög vel, held ég. Það sem ég segi það er hlutverk bandalagsins að herja á yfirvöld, sveitarfélög. Það er hlutverk okkar þessi mál. Þetta er hlutverk sveitarfélagana og ríkisins að sjá fyrir húsnæði fyrir þeim sem eru í þessari stöðu. Þannig að mitt mat er það framlög til Brynju eiga að vera óbreytt hlutfall eins og hefur verið. Og að þessi barátta hún á að fara inn í verkefni hópana, meðal annars sjálfstætt líf. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja guða sér hljóðsett í þessu lið? Já, Halldór var búinn að biðja orðið og meðan hann talar þá ætlum við að loka mælendaskrá hér. Já, síðan. Já, bara nokkur orð varðandi vanda á húsnæðismarkaðnum eða leigumarkaðnum og eða líka bara í raun að fólk geti fjárfest í að kaupa sér húsnæði undir að hafa húsnæði, jafnvel að kaupa, það er ekki bara að horfa á leigumarkaðinn, en það sem ég fannst kannski, það sem Garðar bent á og sem er alvarlegt og ég held að kannski fleiri félög geta tekið undir það, meðal annars Blindrafélagið, að það er meiri, Blindrafélagið er að leigja 20 íbúðir, það er miklu meiri aðsókn núna bara á síðustu mánuðum í félagslegt leiguhúsnæði og þörfin eins og Garðar kom inn á að fara úr 300 í 400 umsóknir og þá er kannski enn stærri hópur sem telur sig ekki vera kleift að sækja á þessu stöðum vegna þeir eru uppfyll ekki ákveðin skilir sem hafa lítið breyst frá félagsmálaráðuneytinu varðandi eignastöðu og tekjuhlut. Þannig að ég held að vandi sé miklu stærri heldur en í raun er að koma fram til dæmis hjá Blindrafélaginu eða hjá Brynju hússjóði. Og það sem Garðar nefndi að ég held þetta að við þurfum kannski jafnvel starfshóp sérstaklega í þetta stóra verkefni og ég tek undir það sem menn sögðu að við höfum kannski ekki að taka allt verkefnið í fangið heldur að ýta á sveitarfélög og ríkið að þau þurfa að sinna þessum þætti mun betur en gert í dag. Takk fyrir. Takk fyrir það. Mælendaskrá hefur lokað, það eru 2 á henni, gjörðu svo vel. Hér er herramaður fyrir miðju. Alveg endilega. Fundarstjóri og ágætu fundamenn. Ég vil nú byrja á því að óska ykkur til hamingju með þennan myndarlega fund og sem ber gott vitni hversu starf bandalagsins er öflugt. Nú Vífill Oddsson heit ég og er fulltrúi Öryrkjabandalagsins í stjórn Íslenskra getspár og með mér er einnig í stjórninni Þóra Þórarinsdóttir fyrir hönd Öryrkjabandalagsins. Nú eins og kom fram í reikningunum þá var mjög góð afkoma á getspáni á síðastliðnu ári og hún borgaði 481 milljón inn til Öryrkjabandalagsins. Nú stjórnin heldur alltaf mánaðarlega fundi þar sem gert upp útkoman á þeim alltaf hver mánaðamót. Nú síðastliðnu mánaðamót þá var útkoman það bil 20% betri heldur en á síðastliðnu ári sem var þó metár. Þannig að útlitið er mjög gott núna. En það er alltaf ákveðnar hættur í þessum rekstri, lottó er lottó eins og sagt er og reyndar var mikið áfangi sem vannst núna í ár að fá framlengingu á einkaleyfinu til 2034 en það eru samt ákveðnar hættur í farvatninu og þá er þar helst að nefna að bæði Happdrætti Háskólans og Landsbjörg hafa sækja mjög fast að fá að spila á netinu
Nú og stjórnin eða framkvæmdastjórinn hefur gert lauslega athugun á því hvaða áhrif það gæti haft á starfsemi lottósins og samkvæmt svona lauslegri athugun á því þá gæti það minnkað tekjur lottósins 30–50%. Þannig að við gætum þurft að berjast fyrir að halda þessu svona lítið skertu í framtíðinni þrátt fyrir höfuð þetta einkaleyfi. En þetta hefur gengið vel og vonandi að svo verði áfram sem flest ár því að ekki veitir Öryrkjabandalaginu af eða íþróttahreyfingunni sem njóta þessa arðsins af þessum rekstri. Þakka ykkur fyrir. Síðastur mælendaskrá var Arnar Helgi. Já, takk fyrir það. Arnar Helgi heiti ég og kem frá STEM Sandakorum. Ég hef fundið fyrir því eins og hjá okkur í STEM, við fundið fyrir því að fleiri og fleiri eru náttúrulega að sækja við erum að leigja út eitthvað rúmar 20 íbúðir og sem er að sækja sem er ekki innan okkar félags, einfallega út af því að þeir tala að það sé erfitt að fá húsnæði sem er aðgengileg. Þannig að spurningi mín beinir að Brynju, er einhver úttekt hvað mikið af húsum Brynju húsjóð eru aðgengileg hreyfihömluðu fólki eða eru þið með einhverja nefnd sem fer yfir þetta þegar húsið er keypt eða verið að endurbæta að þetta sé í lagi? Ég er að heyra það og veit ekki hvort það sé rétt að það sé ekki nema kannski rétt helmingur húsnæðis aðgengilegur, fullkomlega aðgengilegur. Er þetta rétt? Takk fyrir það. Björn Arnar, vilt þú svara þessu? Já, ég hugsa að það sé svona 60–70% aðgengilegt en fullkomnið aðgengi gæti ég trúa að væri svona nær 50%. En þær íbúðir sem við erum að kaupa í dag og höfum við kaupa undanfarin 8 ár, að þá hefur við lagt megin áherslu á húsnæði sem er með góðu aðgengi í lyftuhúsum og með þá stæði bílageymslu sem hefur verið þá í flestum þeim íbúðum sem við hefum keypt. Við hefum ekki verið með einhvern aðila sem tekur það út. Ég fer og kaupi þessar íbúður og er nú menntaður sem byggingamaður og tæknifræðingur, en við hefum ekki verið með til dæmis fyrirtæki aðgengi til þess að taka íbúður út. En ef við ætlum að fara að kaupa íbúðir með algjörlega fullkomnu aðgengi þá bara fyrirfinnst þær ekki á markaði, en við reynum að breyta þeim þegar við erum búin að kaupa þær til þess að aðlaga sem best aðgengi. Takk fyrir þetta. Þá er þessum dagskrárlið lokið og við vindum okkur í 5. dagskrárlið, það er stefna og starfsáætlun stefnuþings og hún Ellen ætlar að kynna það. Gjörðu svo vel. Komið sæl aftur. Eins og fram hefur komið í málefnahópana þá var stefnuþingið 15. og 16. apríl þar sem að þau forgangsröðuðu einhverjum 10 atriðum sem komu sér á stefnuþing og í meðförum stefnuþings var þetta niðurstaða eftir að málefnahóparnir hefðu yfirfarið að nú hafa málefnahóparnir forgangsraðað 3 atriðum sem þeir vilja leggja áherslu á og ég ætla að kynna þau atriði núna. Það er málefnahópur ÖBÍ aðgengi. Fyrsta málið þeirra er að það verði komið á aðgengiseftirliti. Það á að berjast fyrir því að fylgst sé með aðgengi að byggingum samkvæmt kröfum og að eigendur mannvirkis séu skikkaðir til að gera úrbætur þar sem þörf er á. Rökin eru, það er engin eftirfylgni með aðgengismálum, að þau séu í lagi eftir að loka úttekt hefur farið fram. Einfaldast væri að slökkviliðin sinntu verkefninu samhliða eldvarnareftirliti. Hugmyndaleiðum bera þessar hugmyndir undir þingmannsefni og stjórnmálaflokka í aðdraganda alþingiskosninga 2016, ræða við valdhafa eftir kosningar ný frumvörp breytingu á lögum og reglugerðum slökkvilið, brunavarnir og mannvirki. Annað verkefni sem hafa forgangsraðað er textun í sjónvarpi, að allt útsent sjónvarpsefni sé textað.
Rökin eru aðeins RÚV textar innlent sjónvarpsefni en ekki allt. Beinar útsendingar eru jafnan ótextaðar, hvort sem að ræða innlent eða erlent efni. Textun nýtist heyrnarskert og heyrnarlausu fólki sem ekki með íslensku að móðurmáli og öðrum, börnum sem að læra að lesa og mörgum fleirum. Bera þessar hugmyndir undir þingmannsefni og stjórnmálaflokki í aðdraganda alþingiskosninga, samtal við valdhafa, samráð við þingflokka, þrýst á að frumvarp breytingu á fjölmiðlalögum og lögum ríkisútvarpið verði lagt fram á nýju þingi og samþykkt. Til stendur að búa til íslenskan talgreini til að nota við textun efnis. Ýta á eftir að hann verði tekin í notkun á sjónvarpsstöðvum. Númer 3. Hönnun útisvæða. Að hafa áhrif á vinnu hönnuða og arkitekta við hönnun á götum og öðrum útisvæðum. Við hönnun gleymist oft að taka mið af þörfum fatlaðs fólks og benda má á Hverfisgötuna og Borgartúni í því samhengi. Aðgengisþarfir fatlaðs fólks eru mjög mismunandi og ástæður til að koma þeim á framfæri. Safna þarf gögnum aðgengisþarfir fatlaðs fólks og láta útbúa leiðbeiningar fyrir hönnuði og arkitekta, halda málþing fyrir sama hóp í framhald af útgáfunni, búið að gera samkomulag við byggingafræðinema við HR sem ætlar að útbúa leiðbeiningar sem lokaverkefni sitt haustið 2016. Þá eru það tillögur málefnahóps atvinnu og menntamál. Lilja, getur þú hjálpað mér við að finna þá glæru, svo ég geti haldið áfram að lesa. Fyrsta verkefni þar var að innleiða hvatningakerfi fyrir fyrirtæki og stofnanir ábyrga samfélagsþátttöku. Afstaða, vitundavakning sem beinist að því að einstaklingar með skerta starfsgetu verði hluti af hinum almenna vinnumarkaði. Rökin eru að hvetja stofnanir og fyrirtæki til að ráða starfsfólk með skerta starfsgetu, auka fjölbreytni og sýnileika, stuðla að aukinni atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Hugmyndir að leiðum væri til dæmis að fyrirtæki fái vottun fyrir ákveðið hlutfall stöðugilda fyrir fólk með skerta starfsgetu, skattaívilnanir til fyrirtækja sem hafa ákveðið hlutfall starfsfólks með skerta starfsgetu og útbúa þar kynningarefni. Annar áherslupunkturinn þeirra er að stofna lánasjóð sem veitir lán til að fjármagna kostnað vegna atvinnuuppbyggingar. Afstaða, auka atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu í gegnum nýsköpun og leið stuðla að sjálfstæðum atvinnurekstri. Rökin eru að það skortur á atvinnutækifærum fyrir fólk með skerta starfsgetu og þetta gefur einstaklingum möguleika á að nýta menntun sína og hæfileika. Vinna þarf tillögur að stofnun sérstaks lánasjóðs, opinber lánasjóður sem tekur tillit til mismunandi greiðslugetu vegna heilsufars eða fötlunar. Afborganir eru svo greiddar samkvæmt innkomu. Númer 3 hjá þeim, knýja á að einstaklingar með sérþarfir fái lögbundna þjónustu í menntakerfinu. Þá berjast fyrir því að jafna rétt allra til náms, auka menntunarmöguleika nemenda með sérþarfir. Rökin eru langvarandi niðurskurður hefur komið niður á gæðum menntunar, einstaklingum með mismunandi náms eftir stöðu og tekjum. Hugmyndir að leiðum, fleiri út upp á hringsjár, fleiri litlar einingar, aukið fjármagn til menntamála, hætt verði við núverandi niðurskurði í sérfræði þjónustu. Menntastofnunum verði ekki skylt að flytja rekstrarhalla milli ára. Öll námsgögn verði endurgjaldslaus. Tillögur málefnahóps heilbrigðismál, fyrsta málefni þar er heilsugæslan. Afstaða, bætt menntun og aðstaða lækna, fleiri fagstéttir inn á heilsugæsluna, til dæmis talþjálfa, sálfræðinga, félagsráðgjafa og næringafræðinga. Rök, heilsugæslulækna vantar. Heilsugæslan er ekki nægilega hátt sett í íslensku samfélagi og aðlaðandi fyrir lækna og sjúklinga. Hugmyndaleiðum, lobbyismi og greinaskrif, fá starfsfólk heilsugæslunar í lið með okkur. Númer 2, hjálpartæki og þjálfun. Auðveldara aðgengi og lækkaður kostnaður, stuðningur vegna hjálpartækja í námi og vinnu, þjálfun á tækin, neyðarþjónusta þarf að vera tryggð. Rök, kerfið er flókið, ógegnsætt og dýrt, of margir úthluta hjálpartækjum, þjálfun er ábótavant og þjónusta oft af skornum skammti. Hugmyndaleiðum, kalla eftir upplýsingum frá velferðarráðherra hjálpartækjamarkaðinn, meðal annars aðgengi, þjónustu, kostnað á hjálpartækjum, þjálfun, leigumarkað
opnunartíma og neyðarþjónustu. Fá lagða fram þingsályktunartillögu á nýju þingi þar sem ráðherra falið að koma böndum á hjálpartækjamarkaðinn með skýrri heildarsýn og samræmdu regluverki. Númer 3. Greiðsluþátttaka. 1. Greiðsluþátttöku þak fyrir alla heilbrigðisþjónustu. Rök. Litið sér raunhaft til heildarkostnaðar sjúklinga í heilbrigðisþjónustu og greiðsluþátttökukerfin byggist á því, enda stendur margt út af, til dæmis tannlækningar og sálfræðiþjónusta. Kostnaðar sjúklinga lækki að minnsta kosti helming. Til þess þarf drjúga fjárveitingu, ekki tilfærslu innan kerfins. Hugmyndaleiðum. Kanna hug þingmanna efna og stjórnmálaflokka fyrir haustkosningar 2016, reyna að hafa áhrif á að áherslur ÖBÍ sem ekki voru teknar inn í ný lög greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu verði teknar inn áður en lögin taka gildi 1. febrúar 2017. Tillögur málefnahóps ÖBÍ kjaramál. Fyrsta verkefni á dagskrá þar leiðrétting kjaragliðnunar. Afstaða. Réttlæti og afnám mismununar. Lífeyrir almannatrygginga sé ekki undir 390.000 krónum á mánuði. Rök. Kjaragliðnun 2009 til 2016. Sömu útreikningar og í skýrslu talnakönnunar EHF reiknað til ársins 2016. Samkvæmt framfærsluviðmiði umboðsmanns skuldara árið 2016 þarf barnlaus einstaklingur að vera með 390.000 krónur á mánuði til að geta framfleytt sér. Almennar skerðingar örorkulífeyrisgreiðslna hjá almennu lífeyrissjóðunum aðallega á árinu 2010. Loforð Framsóknarflokksins fyrir kosningar 2013. Hugmyndaleiðum. Lögsókn. Fundir, greinar, lobbyismi, myndræn og netræn framsetning, fá tölur þróun meðallífeyris og bera saman við þróun meðallauna, fá útreikning á þróun kaupmáttar og raungildis lífeyris frá 2008, vekja athygli á ónefndum kosningaloforðum fyrir næstu kosningar, endurskoða 69. grein laga almannatryggingar, skoða hvort kjararáð eigi að reikna út hvað lífeyrir eigi að hækka ársfjórðungslega. Þriðja verkefni hjá kjarahópnum persónuafsláttur hækki verulega. Tekjur undir 310.402 krónum verði ekki skattlagðar, miðað við uppreiknaðan persónuafslátt frá árinu 1988. Samkvæmt framfærsluviðmiði umboðsmanns skuldara árið 2016 þarf einstaklingur að vera með 390.000 krónur á mánuði til að geta framfleytt sér. Kynna fyrir almenningi og yfirvöldum, kynna vel skatta ánauðina á lágtekjufólk og þróun hennar frá því breytingar voru gerðar sem tóku gildi 1. janúar 1988. Þriðji og síðasti punkturinn hjá kjarahópi að draga verulega úr tekjuskerðingum og einfaldum leið almannatryggingakerfið. Afstaða. Afnám tekjuskerðingar og örorkulífi undir 390.000 krónum. Gera kerfið einfalt og aðgengilegt. Rök. Réttinda ávinnsla hjá TR með búsetu á landinu. Réttinda ávinnsla í lífeyrissjóðum með greiðslu iðgjalda. Skerðingar á persónulegum rétti, eign, í lífeyrissjóði brot á ákvæðum stjórnarskrárinnar. Eykur hvata til atvinnuþátttöku að afnema tekjuskerðingar vegna atvinnutekna. Ýta undir sparnað með því að draga úr tekjutengingum við lífeyrissjóðs og fjármagnstekjur. Kerfið of flókið. Hugmyndaleiðum. Sameining greiðsluflokka, sérstök framfærsluuppbót verði færð inn í tekjutryggingu, afnema það að aldurstengt örorkuuppbót skerði aðra greiðsluflokka, uppgjör og endurreikningur fari í gegnum RSK, nýta rannsókn ávinning samfélagsins af aukinni atvinnuþátttöku lífeyrisþega, fundir og kynningar til að hafa áhrif á almenning, virkja samtakamátt aðildarfélaga ÖBÍ, veist þú að, setja fram dæmi skerðingar, nota myndbönd og greinar, málþing. Þá það síðasti hópurinn og það hópurinn sjálfstætt líf. Fyrsta verkefni á dagskrá NPA, að lögfesta NPA, að NPA verði boðið fyrir alla þá sem þurfa og vilja. Rökin aukin lífsgæði, hugmyndafræðin uppfyllir samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hugmyndaleiðum, greinaskrif, gera samninga við dagskrárgerðarfólk, taka þátt í verkefnastjórnum NPA. Númer 2. SRFF, lögfesting samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Ísland verður að vera ríki mannréttinda. Ísland eitt af 4 Evrópuríkjum sem ekki eru aðilar af samningnum. Samningurinn var undirritaður á Íslands hálfu árið 2007. Þetta að sjálfsögðu áður en var fullgiltur daginn. Þetta var gert á stefnuþingi. Já, lögfesting samt áfram, að sjálfsögðu.
Við erum aðila samningin núna hins vegar. En þrýsta á stjórnvöld og kynna samningin fyrir almenningi, hvetja aðildarfélög til að vinna meira með SRFF. Og þriðja atriðið, samskiptamál, afstaða. Að fatlað fólk hafi óskertan aðgang að þjónustu og hjálpartækjum varða samskipti. Þeir sem nota rittúlkun hafi líka aðgengi að þessari þjónustu og sjóðum. Rök. Aðgengi allra að samfélaginu á jafnréttis grundvelli eru mannréttindi. Aðgengi að sérhæfri þjónustu hjá hinu opinbera, til dæmis túlkaþjónustu, mjög skert. Hugmyndaleiðum, aukið fjármagn og reglugerðarbreytingar. Takk. Kæra þakkir fyrir þetta, Ellen. Þetta sem niðurstaða stefnuþings og svo sem ekki til breytinga hér, en til umræðu vissulega. Einhver sem vill koma með athugasemdir eða fyrirspurnir eða hugleiðingar, gjörðu svo vel. Gott kvöld, Fáar Kjarval heiti ég. Ég vil allavega koma með þá athugasemd með tillögur málefnahóps upp í aðgengi. Það stendur neðst í athugasemdum að tillögur stefnuþings voru færðar. 5. atriði sem var í 5. sæti á stefnuþingi núna komið í 3. sæti. Þannig að þetta ekki algjörlega eftir tillögum stefnuþings, en ég held að við þurfum að samþykja að færa upp í 3. sæti ef við viljum láta þetta enda svona. Takk fyrir þetta, Ellen. Viltu bregðast við þessu? Já, nú ég ekki alveg með þetta, ég ekki með lögin hérna fyrir fram að mig, en ég nú eiginlega að finna þau að því að lögunum stendur eitthvað, já, lögum upp í sjálfsögðu. Sjá. Þar ákveðið. Sigurjón kannski með þetta útprentað eða hvað? Þau í möppunni. Já. Ég segi hlut, hérna. Já, stefnumálefni. Stefnuþing. Já. Já, þetta sko tillögur, stefnuþing gerir tillögur til aðalfundar stefnu og áherslustarfi bandalagsins sem og hvaða föstu málefnum skulu starfa innan þess. Það ekki þar, það málefnahóparnir. Sjá, Þetta í 23. grein. Þetta í 23. grein, já, ok, hérna þetta. Innan bandalagsins 23. grein, málefnahópar. Innan bandalagsins skulu starfa 5 fastir málefnahópar. Hlutverk þeirra að leggja fram tillögur að stefnumótun í hagsmunamálum í samræmi við áherslu stefnuþings. Þannig að við lítum á þessu svo, þetta var auðvitað rætt, að málefnahóparnir hefðu frelsi eða leyfi samkvæmt lögunum að leggja fram tillögur í samræmi við áherslu stefnuþings. Og þó að þau hafi hnikað til, þá þetta samt klárlega áherslur stefnuþings, þó að þau hafi hnikað til þarna einhver sæti. Þetta innan þessara 10 málefnahópa eða hvað sem innan þessara 10 verkefna sem var forgangsraðað, að þá hefur málefnahópurinn leyfi til þess að færa það til. Þannig að þetta sem sagt, hér leggja þeir þetta fram, þetta tillögur að stefnumótun í samræmi við áherslu stefnuþings. Svoleiðis skýrðum við þetta, nema Sigurjón vilja bæta einhverju við. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja koma með athugasemdir? Gjörðu svo vel, aftast. Já, komið sæl, Ægir heiti ég. Ég ætla aðeins að koma inn í þetta. Ég leit ekki á þessar tillögur okkur sem vorum í málefnum sjálfstætt líf sem að þetta væri í áherslu röð. Þetta voru 3 þau verkefni jafn há eða jafn víg að sem að við ættum að vinna að. Þannig að ég leit ekki á þetta sem í fyrsta sæti væri þetta og annað sæti hitt.
Ég vildi bara koma því framhverju. Já. Þannig tólkaði ég það, takk fyrir. Er það ekki bara, ég held að það sé bara alveg rétt skilið, sko. Takk fyrir Takk það. fyrir það. Fleiri? Gjör svo vel. Auður? Já, Auður Ólafsdóttir heiti ég, er frá SCBS. Mér langar aðeins að ræða þriðja punktinn í tillögumálum hóps heilbrigðismál. Þar er verið að tala greiðsluþátttökukerfið. Þar er eitt greiðsluþátttökukerfi, eitt greiðsluþátttökuþak fyrir alla heilbrigðisþjónustu. Og síðan er hérna rök og hugmyndir að leiðum. Síðan er hérna liggur til fyrir fundunum ályktun frá málefnahópnum og það er smá ósamræmi við þessa tillögu, þannig að ég veit að ályktun er ekki til umræði núna, hún er á morgun, en mér langar bara að benda át að því ég verði ekki á morgun, þannig að ég skoði svolítið pínlítið þessa ályktun, hún er svolítið ósamræmi við það sem stendur þarna frá, að því þarna er við að tala um eitt greiðsluþátttökuþak fyrir alla þjónustu, en svo rökin í ályktuninu er svolítið önnur, þannig að mér langar bara að benda á þetta. Takk. Fleiri? Þá lít ég svo á að umræðu þetta sé lokið. Þetta er ekki til afgreiðslu, heldur var til kynningar og er þetta til afgreiðslu? Þá bara legg ég þetta fram til afgreiðslu þeir sem geta samþykkt þessa áherslupunkta. Gefi merki. Bið ykkur að nota grænuspjöldin. Já, allir upp með grænuspjöldin. Já, eða rauðu ef því er að skipta. Já, við erum að spyrja núna hver er samþykkur, þannig að þá viljum við núna fá grænu. Glæsilegt, takk. Þeir sem vilja veifa rauðu spjöldurum, þá telst þetta samþykkt. Nú ætla ég aðeins að fara í nokkur praktísk atriði áður en við tökum síðasta liðinn fyrir og ég ætla að minna ykkur á að þegar fundi lýkur að skilja eftir nafnspjöldin sem þið eru með hálsinn og miðana sem notaðir eru við kosningar, að skilja þetta bara eftir á borðunum svo að það þurfi ekki að finna það út fyrir fólk sem hefur gleymt í heima eða eitthvað slíkt. Mjög mikilvægt. Síðan verður pinnamattur hérna eftir og þjónar vera frammi til að aðstoða þá sem þurfa aðstoð og þeir sem eru með pantanir á sérfæði gefi sig fram við Þórný, getur þú gefið merkið? Hún er þarna aftast, þetta er hún Þórný. Þá er komið... Ég ætla aðeins að fá að bæta við þetta, að því við verðum í þessum sal á morgun, þá er í boði að skilja eftir gögnin sín á borðunum, en það er vel líklegt að þjónar muni koma að skipta dúka, þannig að þeir færa þá gögnin niður á stólana á meðan, þannig að ef þeir eru með mjög persónuleg gögn, þarna innanborðs myndir eða eitthvað slíkt, þá myndi ég nú kannski ekki skilja þær eftir, en það er í það minnsta í boði. Já, þá er komið að síðasta liðnum í dag sem er ákvörðun aðildargjalda. Það er samkvæmt lögum félagsins að það þarf að gera slíkt. Það liggur fyrir tillögum frá stjórnum óbreytt aðildargjöld, það er að segja 0 krónur. Vilt þú kynna þessa tillögu? Það er létt verk og löðumannlegt að kynna að gjöldin verði við áfram á 0. Það er gert hér með. Takk. Við berum þetta upp til atkvæða, þeir sem samþykkir eru þessari tillögu, gefið merki. Með grænum spjöldum. Þeir sem á Þau ykkar sem móti kunna vera, gefið merki með rauðum spjöldum. Þetta er samþykkt. Þetta er samþykkt með allir greiddum atkvæðum. Og þá er komið að því að lyfta glasi og fagna saman. Við Kolbeinn þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst aftur klukkan 10 í fyrramálið
og ég minni ykkur bara aftur á nafnspjöld og atkvæðaseðlar á borðin. Takk.